Ice cold hoodies out now. Like OG, subscribe, and join Bajula Gang. Viljið þið alveg hafa mína rödd Já. Í podcastinu ykkur? Já. Þú mistari. Hvað á ég að segja? Segir bara eitthvað. Já, segja bara eitthvað. Já, bara hvað minni, bara eitthvað? Já, við byllum bara eitthvað í byrjun, sko. Já, bara velkomin? Nei, hvað minni? Ok, við letum Orra fá mækinu, hann veit ekkert hvað hann er að segja. Ég lítið að segja eitthvað. Ok, segðu bara, komið sæl og velkomin í podcast nummer 11. Í dag ætlum við að sleikja okkur raskatið. Ok. Komið þið sæl, verið velkomin í podcast nummer 11. Í dag ætlar Stefán Atli að raskella Inga Bauer ef að 1000 manns hlusta. Sæl. Mér finnst það geðveikt, Orri. Mér finnst það glæsilegt. Nei, ekki? Já, er þetta svona 8 hrekkur? Já, 8 gauji. 8 gauji. 8 gauji var með hennan. Já. Og svo segir við, ætlum að byrja á að fá introið. Já, við ætlum að, á ég horfði myndaðalina. Já. Við ætlum sérst að byrja á því að fá introið. Þetta var skemmtilegt intro. Það ekki? Já. Ég ætlaði að segja það, sko. Ég segi það alltaf. Hvað segir þú? Ég segi alltaf, dýrlar þetta skemmtilegt intro. Já. En hérna, þetta er podcast nummer 11 Já. og þú ætlar að fara yfir hérna með okkur smá umræðni. Ok, byrju, má ég sittast á rassinu? Já, hvað svo er? Nostalgíu, drykkir, matur og nammi. Og ég Ég náðu þess ekki alveg, en svona, Ekki heldur, sko. Ég Ef þú ert með fylgja ekki með, sko. svona drykkir og matur og nammi. Svona nostalgíu, svona svo sítrónusvali Ok, blár ópall. Garpur, ég hef aldrei hitt garpur. Nei, ég sá þetta á Twitter og fór að pæla í þessu. Hvað er með eitthvað? Ég myndi segja blár ópall. Já, svo mikið sko. Hæsi hérna Hæsi, já. munið eftir honum. Er það ekki ennþá til? Ég held Ég held að það hefur komið aftur. ekki sko, hæsi er náttúrulega mjög mikið nostalgíu sko. Og líka fríski. Blá Pepsi. Já, bláa Pepsi maður. Það var game changer sko, ég manni til líka. Hvað meira? Leppin, en það er komið aftur. Já, leppin. Tom og Jenna keksið. Það er ennþá. Já, ok. Ég er ennþá að kaupa Ég er það, bara að sko. segja ykkur hluti sem er ennþá til. Svona nostalgíu. Fuck, nú er eitthvað fólk að hlusta sem er bara eitthvað Þetta. Já, kommentaði fyrir neðan. Erum við í beinni það? Nei, Já. það var ekki ekki. Nei, nú er einhver að keyra á gröfinu sinni. Nei. Fyrst við erum að tala um fólk sem er að gera mismunandi hluti þegar það er að hlusta á podcasti. Það var að koma komment á síðasta podcast. Já. Alveg gaman að hlusta á ykkur meðan maður liggur í sólbaði. Iceland Official. Væntanlega er einhver í sólba að hlusta á það. Ég var komið svo góð hugmynd af mannesku sem var að vinna eitthvað starf sem var að hlusta á okkur og svo bara steinglendi. Flugmaður, hann er kannski að fljúa, hann er að taka í loft núna. Ég Og hlusta á skildi podcastið. Ég skildi ekki alveg þessa setningu. Hvað sagðir þú? Velkomin í lífið mitt. Ok. Ímyndaði núna, Já, þú veist, það er eitthvað manneski að hlusta á þetta. já. Kannski einhver svona fertu kona sem er að keyra heim úr vinnunni. Hún er bara að hlusta á Iceland podcasti meðan hún er að keyra heim úr vinnunni. Væntanlega. Þú veist, við erum alltaf að hugsa um fólk og í hvaða aðstæðan er þegar að hlusta á þetta podcast. Já, ok. Þannig að þú veist, komum við einhver starfstjætt Starfst þið. sem er að hlusta á þetta. Kaffibarþjóð. Það er einhver að Mónaco núna í spilakassanum. Ég sé fyrir mig nökku alveg trilltan í sólbað þarna á... Sko nökkvi, ég held að hann fari ekki í sólbað. Nei, ok. Nökku er hvítastu gauð sem ég veit um. En sko, ég held að þessi pottitt einhver kassastarfsmaður jafnvel í Nóatúni. Ég held að hann sé að hlusta. Er hann á kassanum eða er hann bara Sjátt á mannin sem er að fylla á grammiti í Nóatúni. Já, hann er á kassanum. hann á kassanum? Hann talar ekki við neitt sem hann er að afgreiða að því hann er að hlusta á ykkur. Hann byrjar svona ósélagt að tala við okkur. Hæsi, Pepsi. Herru, við ætlum ekki að halda það lengi. Nei, ég sé hann elskar þetta, hann vill sitja þetta með okkur. Já, þetta er svo sem alveg fínt sko. Já, ég sé ykkur öttið þá. Málið er bara, erum við farnir? Nei, já, við heldum bara fram. Hérna, Málið er bara, Stefán segir stundum ykkur setningu og ég skil hann ekki alveg. það er gott að hafa þeir sem svona ákveðin filter. Hérna, vissu þið að freyðivín má ekki heita kampavín nema að komi frá Champagne héraði í Frakklandi? Það eru ekki margir sem vita þetta. Nú líður mér betur maður. Er það ekki? Jú, hvað sagðir þú? Freyðivín má ekki heita kampavín nema að komi frá Champagne héraði í Frakklandi. Ég sá þetta nú matartips, mér finnst þetta sjúklega áhugavert. Þetta er það sko. Þetta er ástæðan fyrir að það er til freyðivín. Já. Og þetta er líka ástæðan fyrir okkur þú hlustar á Ice Cold podcasti til að fá svona magnaða staðreyndir
Sko ég held að hlustendahópurinn okkur sé kannski svona frá 8 til 16 ára. Við viljum elda upp sko. Já. 8 til 60 ára segir Ingi. Ef maður er 16 ára þá gæti maður verið byrjaður að drekka kampaðinn. Já. Þó að maður megið ekki. Ég er bindindismæður núna. Já, ég líka. Ég fíla það. Skálf. Bindindisspjall. Já. Hvað viltu ræða varandi það? Nei, bara þú veist, þessi ákvörðin og staðfesta bara svona, nú er komið gott, setja flöskuna hilluna, bara þetta er komið gott fyrir mér. Já, í mínu tilviki? Nei, bara í mínu, bara. Sko, Orri ætla núna að útskýra hvernig síðasta djamið hans var. Já, það er 6 daga blackout og ég eiginlega bara maður ekki. Já. Nei, í mínu tilviki var þetta bara ekki spurning hvort ég ætti að vera edrú eða ekki, sko, það var eiginlega bara svona, það var komið gott. Og þegar maður tekur þessu ákvörðin þá bara svona, já, þetta er ákvörðin sem maður ætlar að standa við og mér finnst bara geggja allt og þegar fólk er bara svona staðræði að fylgja þessar ákvörðin. Klálega, sko. En ef að ég ákvaða dett í það einhvern mann, þá tekið þið með mér. Það er svo leis? Já. Ok, let's go. Það er 100%. Og við fáum okkur, hvað sagði þetta heiti? Freyðivin. Freyðivin, já, þá fáum okkur freyðivin. Ég veit ekki hvort að þetta sé viðeigandi í þessu podcasti en ég sá texta á íslensku texti. Ég og allt og margar, Kúsið það er stór bíl, Hafnarfjörður upp í Árbæ, lúkkar eins og eitthvað stórt fíbl, hverfinu sækjandi pakka, ungi strákar sem elskar trappa, já ég er á áti núna, ég er samt ekki á áti alltaf. Þetta er textin Stór áti frá Young Nico Dribbin. Sko, hann segir... Nettlag. Hann segir, ég og allt og margar, hann er örugglega að tala milljónir eða eitthvað. Já. En mér langar ekki að byrja eitthvað bíf, en ég hef ekki mikið á tilfinningunni að þessi maður eigi eitthvað marga milljónir. Nei, ég hef efasemdir það líka mikið af íslenskum röppurum sem að tala að þeir séu ríkir séu það í raun og veru. Nema kannski herra hnetur sem hann er svona einn af fáum sem kannski getur stáð á bak við það. Mér finnst þetta bara mjög skemmtileg pæling og ég vildi tala þessu podcasti. Ágætis pæling, en þetta geggja lag, ég er búin að hlusta mikið á það lag. Já, við líka erum með top kommentið sko. Á laginu? Já, við gerum þetta grimt sko, að við kommentum á drasla YouTube, við þetta er svona smá... Já, og reynum að fá top comment til þess að fólk tjekka channelina. Þetta er marketing. Og Hemmi Átna, hann gerir þetta mikið líka. Hann gerir það líka? Já. Ég held að Hemmi Átna í top commentið á öllum áttuvídeónum. Áttu lögunum á YouTube. Það er svo leiðis. Já, ræði það. Er þetta þessi djókur með hvað heitir það? Með gæinn sem var áttu rekkur hvað heitir það? Fuck maður. Hakkarinn, já. Er ekki þetta að henda þessum lögum aftur í public eða? Þau eru náttúrulega Spotify. Já, en þú veist, það eru meiri 100.000 views á þetta, væntanlega það er gott fyrir merkið. Já. Neðst fáralt að geta ekki searcha þetta á YouTube, þú veist. Það er spurningum að fara... Ég skil pælinguna að þú veist byrja clean, en ég með come on. Spurningum að heyri hakkaranum og beðanum að... Já, ágrín, sko. Það er ekki marg sem að vita, en Stefán allir var hakkarinn. Já, það er rétt. Nú heitir þetta vídeosröð, Stefán allir er áttu hakkarinn. Og hann hakkaði okkur til að byrja með í fullri alvöru, sko. Og við þurftum að tala hann til, svo við getum bara fengið að hefja starfsemi áttur. Þess vegna fekk Stefán marga milljónir króna þegar þetta kaupa þetta. Já, og ég er núna að keyra úr stórum háti. en þetta er eitthvað málið með Aðskuld podcasti er að þú veist, við erum ekki með neina stefnu, við erum með svona nokkra punta og Ingi segi, við tölum átt svona hvað var að gerast í vikunni hjá okkur og eitthvað. Mér finnst það skemmtilegt. Það ekki? Hjá mér? Ég er basically búin að vera að klippa vídeo alla helgina. Fyrir 8 millar. Já, ok, skemmtilegt. Og ég var með myndalans Inga í láni. Já, gæðið. Það var virkilega skemmtilegt, af því að Egill Plóter stakk af til Þýskaland með myndalina okkar og basically allt sem að henni fylgdi skildi með eftir í skítnum, en Ingi Bauer bjargaði mér. Ingi Bauer húkaði upp núna. Já, það er basically Inga að þakka síðasti þátturinn á Instagram Íslands gat orðið að veruleika. Sko, Ingi... Já, þú ert inni á Inga. Ingi var inni á þér. Ingi inni á mér. Ég elska Inga. Nei, ég ætla að koma með rosa skemmtilega staðreynd, en ég og Ingi fórum í partí síðasta 50. Ok. Við byrjuðum á Blackbox partíi, svona frumsýning á tónlistamindbandi með Chase og Pál Óskar. Ég sá það. Já, sástu á Instagram hjá okkur. Já. Og við hittum Birgit Líf þarna og Pál Óskar og Jón Gunnar Geirdal og bara, þú veist. Allt þetta, öll þessi helstu. Öll þessi helstu, já. Það var skemmtilegt. Og Geðveikt lag. Já, Chase og Páll Óskar bara klikka kollab
og gengum pizza og eftir það fórum við í partí hjá Jópi og Króla. Tjekkuðum á Fokk að þú ert að hanga með nettu liðið maður. Það svakalegt Hætti þessi, þú ert að hanga með agli plóter og nökkva og herðu, við förum inn á það eftir smá býtaðins. Já, tattooðu. Já. Býtu, við fórum til þarf ekki að setja það einhvern veginn í það var frumsýning á setja það einhvern veginn í mynd frumsýning á á vídeónu á Pál Óskari og Chase og líka Jópi og Króla, 2 koddar. Já. Það er mjög spennandi og mjög skemmtilegt að ég er ekki búin að sjá það. Nei, þú ert ekki greinilega ekki í nógu mikið í elitinu sko. Nei, það er nokkuð ljóst. En þú ert með fleiri followers en ég á Instagram. Já, það er bara ósanngjarnt. Þú hefði getað mætt í þetta partíja þegar það var auglýst á Instagram hún Króla sko. Já. Það var bara allir sem eru með meira en 2000 fylgjendur hefur mig að mæta. Þú náttúrulega ert með hvað, 3 og 5 eða ekki? Nei, ég er með eitthvað aðeins minna 3. Ég er að ná þér sko. Já, ok. En fyrst ég er búin að, ég ætla að leiða Inga að taka við núna með þér. En mér er samt ángrís í raun og veru alveg sama þó að ég sé með hvað ég er með, að þú veist, en mér er kannski alveg sama, en það skiptir mig ekki eins miklu máli og það skiptir marga aðra. Og ég er að meina þetta, sko. Ég er líka að meina þetta, sko. En þú veist, það samt skiptir máli, eða þú veist, segjum eins og ég sem tónlistamæður, væntanlega betra fyrir mig að vera með fleiri follower heldur en ekki. Já, klálega fyrir þig, en fyrir mig, eitthvað sveittan og skítuðan klipparan í kompu, þá segjum, ok, þú ert á Tinder. Já. Þú ert bara eitthvað að skrolla, svæpa, skilur og eitthvað. Já. Og svo er bara skjalla sem svæpar þig. Eða hún er að checka þér. Já. Þú er kannski með linka Instagram með niðri. Já, hún sér hvað marga followera, væntanlega svæpar hún. Já, ok, ég skil. Þannig að þetta er ekkert eitthvað fárlega. Nei. Vant, ok, þetta er góð punktur. Það getur unni með manni að vera með fleiri fylgjendur. Já. Það er klárt mál. Hefurðu, sko, ég veit ekki, þarf ekki svara þessu. Hefurðu fengið eitthvað, þú veist hvað er tala út af því að þú ert með marga followera? Já. Okay. En kannski ekki ég persónulega skilur en áttan og mikið af fólki í kringum mig. Kottu með eitthvað. Hver er grimmastur í að nota, ég myndi halda að vera Þóri sko. Þóri Geir? Já. Ég veit ekki. Hann er nefnilega alveg grimmur gaur sko. Ég veit ekki hvort að hann sé mikið í þessu sko, en ég meina þú veist ef að við höfum til dæmis bara ég nökk og Egill verið að þú veist gera okkur glaðan dag og fór út að borða og gera okkur skemmtilegt og þá var alveg nýtt okkur þetta sko. Já, þú veist, samt ekki við borgum alltaf sko. Nei, greinilega ekki. Herri, þið er að fara að draga upp um mér eitthvað vitleys sem mun ekki líta vel út fyrir mig. En neina, þú veist, auðvitað... Orri áttunni fær allt frýtt af því að hann er með marga follower. Nei, ekki ég persónulega. Fokk, það er undar... Já, það er bara að klippa neitt út sko. Já, en kostur við mig að ég er búin að gleyma öllu sem ég er búin að tala um. Já, við gera líka sko. Fuck it. Við erum stundum eftir podcasti bara svona, hvað er láttu podcast heita? Og við erum svona rúli gegn á því við munum ekkert hvað við erum að tala um. Já, en þú ætlar að koma með þú veist svona eins og ég segi, svona frækt dýra eitthvað kannski vandræðilega atvik eða þú veist. Ok, ég er með góða pælingu. Eitt sem er óþægilegt við þetta podcastina. Það þyrfti eiginlega að vera með svona... Já, við nennum því ekki. Nei, ok. Sko... Ég var ræktinn í morgun sko, ég er ekki alveg... Ég er eftir að ræktina sko. Ok, ég er með pælingu. Ég var að hugsa þetta fyrir lengur síðan. Ok. Að þarna, hver er frægasti Íslendingurinn á Íslandi, skilur við? Ég er ekki að tala þú veist, Björk, hún er gett fræg eitthvað. Vitið þið, Stefán býta þér? Ok. Hvað varstu að fara að gera? Stefán kom bara æðandi og náttúrulega náði veginn. Sko, ég er að hugsa, þú veist, hver er frægasti Íslendingurinn? Hver myndir þú segja? Bara, þú tækir bara 150 manns Íslendinga og sko, þá erum við að tala um bara hjá öllum hópum. Já, bara hver er frægast í Íslendingun? Fullorðnu fólki og börnum og allt annað milli. Já, bara og gamlu fólki og já. Er það ekki eitthvað svona sem er búin að vera í sjónvarpi lengi? Góð punktur. Ég myndi, þú veist, ég veit það ekki. Auðun Blöndal eða eitthvað. Okay, það er valið, jú, það er alveg valið sko. Ég held samt með Audda, þú veist, það vita held ég flestir hver hann er allavega. Þú veist, það er kannski eitthvað gamalt fólk sem endilega veit ekkert hvað hann er búin að gera og svona. Ég held að gamalt fólk sé svona, já, Auður Blöndal. Já, akkurat. En þú, Stefán? Ég
Fyrsta sem ég hugsaði var bara Páll Óskar sko. Ég hugsaði líka Páll Óskar Ég bara, fyrsta sem ég hugsaði Ég var að hugsa þetta daginn að þú veist, ef þú tækir 30 ára krakka Hann eða veit hver 5 Páll ára Óskar krakka eða 90 ára gamla konu Hún veit eða hver Páll Óskar 30 gröfumkall skilur Það veit allir hver Páll Óskar Ég held að vita allir hver Páll Óskar Það er engin bara eitthvað, hver er þetta? Þetta er góða punktur sko. En svo Heldur það sé frægur heldur en Auður Blöndal erfitt að segja sko. Ég, alltaf, þú veist, fyrir mig persónulega held ég að maður sjáu auðvitað oftar Já, ok, góð punktur fer meira fyrir honum kannski, þú veist Ok en ég veit ekki En eins og forsetinn Þú veist, ég held að sé fleiri sem vita hver Já, minna það, ég náttúrulega glemdi honum Ég held að sé fleiri sem vita hver Páll Óskar er heldur en forsetinn sko. Já, það getur verið sko. En Stefán allir Stefán Atli, jú, það er náttúrulega Hann er í topp 5 Hann er aðalega hátt uppi sko. Hann er að sleikja rassinn á Auður Blöndal hann aðeins sko. Ég myndi segja Páll Óskar Mér langar líka að vita hvað fólk heldur sko. Kommenti yfir neðan Þetta er mjög góð pæling sko. En þá, að því að þú sagðir að þetta er ekki þá einhver sem er þekktur eins og bara Fjallið Fjallið bara á Íslandi Fjallið er ekkert þekktur á Íslandi þannig sé sko. Jú, hann er alveg þekktur ekki svona, þú veist Ég fatt ekki hvað það minnar Góð punktur sko. Mjög góð punktur Þetta var segmenti mitt í svona þætti Já. Þetta er ástæðan okkur ég fæ The Big Bucks Jamsur Inga Er þú þá að fara að segja mér sögu eða ertu að fara að láta mig segja þessi sögu? Nei, við getum sagt báðir sögu þú vilt sko. Fuck Ég held ekki Nei, ég segi oft bara eitthvað sögu sem gerast helgina eða eitthvað Já, ok Sko, það var alveg ekkert Jú, Vestmannaeyjar, já, ég fór síðustu viku fór ég hérna Já, að DJ í Vestmannaeyjum DJ í Vestmannaeyjum hjá svona crossfit dóti í Vestmannaeyjum Já Ég vissi ekki að það var svona mikið af fólki sem var að stunda þetta er ekki crossfit, þetta er svona eins og crossfit og gæinn hringir í mig bara daginn áður bara hess æli gamli þarna það eru DJ-n okkar eitthvað forfallaðist Hver var það? Hann er Stein Stein eða eitthvað sami gæinn og sérum að bóka þjóðatíð og hann bara, já, getur þú komið á morgun og DJ á Vestmannaeyjum og ég bara, já, let's go þannig að ég tók Gunnar með mér og við fórum með bátnum og þetta var í svona lítilli þetta var í svona húsi þetta var kannski jafnstórt á þetta bara svona, þetta var ekkert mikið stærri en þetta og DJ-borðið var bara í hotninu og ég hef bara aldrei upplegað að klikka stemningu í eitthvað svona fyrirtækjapartí sko. Já, þetta var fucking gaman sko. Trillt og Vestmannaeyingar kunna alveg að jamma sko. Já, true þeir kunna alveg að hella í sig sko. Þeir halda náttúrulega stærstu hvað maður kalda bara stærsta partí stærsta partí í Íslands þegar það er mitt á þjóðatíð Hvernig var Ingi hjá þér? Hvernig var hótelherbergið? Hótelherbergið var bara mjög gott við ég sko það var spurt hvort við vildum 1 rúm svona stórt eða 2 sikkur og ég baði 2 sikkur en þau voru samt sko hlið þannig að það var basically bara eins og sama rúm Já, þannig að basically skipti ekki máli það skipti engum máli sko. Ég veit alveg að Gunnar elskar að kúra með mér sko. Já, Vestmannaeyjar, það er trillt maður við höfum nú farið saman til Vestmannaeyja Já, við vorum á stóra sviðinu Já En þú má ekki glemast Orri er líka DJ Orri er náttúrulega the cleanest DJ Já Það er alltaf að vera að tala um að herran Hitsmir er alltaf að tala um að hvað heitir hingaðin? Hinn Orri? Já, hann heitir líka Orri Já, gauðir, what the hell það er bara bull sko. Herru, svo er það Pétur Orri, hann er tvífariðin á hér Herru, við heitum tvífariðin á Akureyri Já Gauðir, það var með mottu eina sem vantaði á þér er motta sko. Já, mér vex ekki skegg Jú, það er smána Hann hló eins og þú líka talaði alveg eins hann talaði svona Nei, ég heiti Orri Og heitir hann Pétur Orri? Pétur Orri Já, þið sendu mér eitthvað vídeo sem gauður og ég svona, þú veist gaf þess ekki það mikið gauð en mér fannst við ekki það líkir en ég held að það sé alltaf málið með þegar einhver segir við mann eitthvað, þú ert alveg eins og þessi gauður þá einhvern veginn segir maður bara nei, skilur Ég held ég hef aldrei lent í því samt að hitta gauður sem var bara svona ég held bara í alveg bara þetta hlýtur að vera bróðið eins hann var bara það líka og svo hló hann bara alveg eins svona ég kann ekki hann að þessi en málið sko eins og ég sagði við þig, þetta var náttúrulega ég í dulagerfi á djamminu Orri fer alltaf á Akureyri á Sjallanum ég fer alltaf langt út, eins langt í burtu og ég kemst til þess að djamma í dulagerfi með sér að bjössa og bæti bara Pétur fyrir fram að nafni mitt það er blessað Pétur Orri hérna nei já, Vestmannaeyjar, það var fucking gaman
Það er eitthvað við það að fara til Vestmannaeyjar. Mér leið bara eins og ég væri að fara á þjóðhátíð, sko. Já, það er eiginlega einu skiptin sem að ferðanga er þjóðhátíð, sko. Já, sama hér, sko. Ég man ekki eftir að fara oft til Eyja einmitt nema að vera að fara á þjóðhátíð, sko. Þú ferð náttúrulega ekki til Eyja nema þú sért að fara að gera eitthvað, skilur. Já. Þú gæti alveg stoppa á Selfossi einhvern tímann, en þú ert ekki að stoppa í Vestmannaeyjum. Nei, þarf náttúrulega að fara í bát til þess að komast þangað, sko, þannig að maður rúlar ekkert mikið að því gegn. Það var það gott viður á leiðin heim að við gátum tana bara í bátnum. Er það málið? Ég bara brendist Vestmannaeyjar. Hvað ertu að sýna okkur núna? Ég var að fatta að bíllinn minn er í gangi hérna fyrir utan. Það verður bara að hafa það. Ertu að menga? Nei, ég er á rafmagnsbíl. Já, þú ert að rafmagnsbíl, auðvitað. Hérna, Haki var að senda mér skilabóð, hann var að bjóða mér í hlustunapartí offline miðvikudaginn 22:00 á Blackbox. Er einhver maður sem að fær innvæti í fleiri svona partí heldur en Það er einn maður og það er ég. Er það málið? Við hefum nokkuð sem lendi að mér er búið eitthvað, ekki Stefáni. Jaha. Það er, pældi hvað skrítið samt, að við erum alltaf saman. Já. Það er alveg fáralegt að bjóða mér bara en ekki honum. Já, megar er líka sens, sko. Það er ógeðslega skrítið, sko. Þið komið í pakka. Það er svolítið pakkadýl, sko. En ég, þú veist, við erum búin að vera enn í kortir eða eitthvað og ég veit, Stefán er búin að segja mér frá svona 4 partíum, merkilegum partíum sem hann er búin að vera í upp á síkastið, sko. Já, hann er svolítið svona flexa, sko. Nei, þú veist, við erum alltaf að tala hvað varum að gera í vikun og hvað er að gerast helgina, þannig að mér finnst bara mikilvægt að... Og lífið hans er náttúrulega bara fullt af partíum með frægu fólki. Þú veist, það er Chase, það er Birgitta Líf, Páll Óskar, Króli og þeir. Allir sér helst. Ég var bjóð Króli, sko, Huginn var þar líka. Aha. Já, og hérna, hvað fleiri? Lukkuláki, DJ Speill, Fuck. Haki og þeir. Egil Stóls, það er minn maður. Hvað fleiri fólk, frægt fólk? Hittur Anita hérna? Já. Varst með partí henni á föstudaginn? Já. Stefán var í partí á föstudaginn. Hver er það? Hún var í Ungfrú Ísland. Heitir hún ekki Anita? Já. Ég veit ekki hver það er. Hún er alveg með fylgjendur, sko. Hvað er marga followera? Ekki það að skipta henni máli. Nei. Já, ok, hún er dætt í 4K. Já, ok, sæl. Það er alveg fínt. Hvað fleira... Hún var að segja við mig að hún var að leiki einhverju auglýsingu fyrir eitthvað bílafyrirtæki sem var sýnd í Super Bowl og það var svakalegt, sko. Já, ég man eftir því. Magna. Við erum að tala svo út allt núna. Já, kannski ekki margir sem vita, en á Instagraminu mínu þá skýrði ég Instagram mitt í djóki Matarblogg Stefáns og er búin að búið til segmentina sem heitir Selkerablogg og þá er ég að, þú veist, sína, þú veist, hver ég er elda kjötsúpu með avokado vegan í... Er þetta hashtag ad? Ert þú vegan? Nei, ég er ekki vegan, en ég fikta við þetta. Ég drekka ekki venjulega mjólk, nema bara... Er ekki heldur? En eitt, fyrst þú fyrir að tala um þetta, sem ég sakna, það er þegar þú postar innkaupakerfi vikunar alltaf á Facebook. Það voru mjög góð tíma. Nei, Stefán á sko 2 legendir í liði, það er innkaupakerran og svo er það Stefán vs. the People. Já, ég var eins og í honum. Hvernig fór það eftir? Þú lítur alltaf skítapa, sko. Ég var nefnilega hrættur að ég myndi skítapa það. Mér minnir að það ekki... Stefán sem var með lið á Instagram þar sem hann tók myndir af sig með frægufólki og þú ætlar að kjósa hvort, þú veist, þú kjóst Stefán eða hinn. Stefán vann, hvað, Slátraður Birgitta Líf, eða? Þetta er Slátrun. Shit. Slátraður Nökkva líka. Sérðu, það munaði bara prósentis. Ég man eftir, ég hitti á Ground Zero og var ekki, hey, Stefán vs. the People. Ég var kærastan inn á 50-50. Ég slátra allir fannari, sko. Já, shit. Svo Stefán er ennþá flaggaði hvað hann er búin að hitta marga fræga. Shit. Það er komandur Ísland, það er engin frægur enn, sko. Þetta er það sem fræga fólk fyrir utan þig. Hættu þessu. Já, það er eins og hann sé að fara að gera eitthvað við það, sko. Þetta er áhugavert. Já, þetta er það, sko. Ég sakna sérstaklega innkaupakerfi vikunar. Ég er að spá ég henda núna bara í story Stefán vs. Pétur Jóhanna. Ég tók nýlega selfie á með Pétur Jóhanni. Þegar ég var í brennsluna að tala um Fortnite einn morgun. Ég held því miður að þú tapir þeirri kefni. Já, ég held það líka. Ég líka þarf að taka aðra mynda með Steinda því að Steindi, ég er með huge announcement. Steindi er að fara að koma í Fortnite livestream Ice Cold 13. júní, bara taka í daginn frá. Já. Og þetta það er svakalegt. Og líka 12. júní, nei, þá erum við með Man in Black. Já,
við erum með Men in Black, við erum að gefa með á Men in Black og Ég vildi ekki að fólk getur séð þetta er svona aðeins og háttan alltaf svona fólk getur séð þetta strímið okkar í búði Men in Black, næsta bíómyndin Hvernig endaði podcastið þannig að ég sitt hérna megin Orri Einar sem hérna megin og þú í miðinni af því að mér geggi hugmynd að hafa gesti sko. Býtu, já, ég var í miðun aðan, Stefán þarna og þú hér þetta er eitthvað allt drugli sko. Ok, en hérna, já Sutsa, ég ætlaði að segja eitthvað en ég mér veist fólki fyndið að við erum búin að taka upp í 20 mínútur og hann bara, bílinn minn er í gangi fyrir utan Hvað er klukkan? Það er búið að taka bílinn sko, það er alveg klart mál sko. Nei Heldur að Orri Einars hafi eitthvað að gera Ég er að fara í bíó með mömmu bara Það er þetta fárlega krúllegt sko. Það ert að reyna við einhverja Ég er að vonast til að þetta fara í tagið skilur á podcastinu Orri Einars fyrir bíó með mömmu sinni Nei, við vorum konum með takið Stefán hatar konur Nei, feitt fólk Við töluðum það fyrir svona 10 mínútum að við varum búin að gleyma það sem við varum búin að tala Já, við vorum með Og við erum strax búin að gleyma það svo mikið klipp En, já Og ég að fara í miðina Ég get líka að fara í miðina Nei, Gunnar er í miðinni Það er gaman að þessu sko En ég held sko Ingi, varstu búin að heyra þennan áður eða? Þú hlóst ekkert Já Halló En hérna sko, ok, koncept á podcastinu okkar var einu sinni þannig ég fekk nökkvað í spjall og ég talaði bara eitt við hann Já, ég man eftir, ég hlusta á það Ingi fekk Jóhann Freyser í spjall og eitthvað Já, og svo allt í einu hugsaðu bara með okkur einn daginn akkur gerir ekki bara svona podcast sem við erum tveir að spjalla bara eins og views eða eitthvað og svo bara hefur við gert það alla 3 dagar síðan Vistu, við Nei Er það 4. podcast? Þetta er 4. eða 5. sem er svona og líka eins og með Fortnite streamið okkar það byrjaði bara þannig 1 fimmtudag fóru í beinútningu við farið í beinútningu síðan alla 5. dag í 1,5 ár sem að mér finnst drullu magnas Mér finnst það líka magna og ég væri búin að horfa oftar ef að ég hefði gaman á Fortnite en, Mér finnst bara, ég bara hef ekki aldrei náða dett inn í þetta Fortnite en þegar Steindi verið gestur, allar að horfa á það? Já, 100% Þú, ok, geggja Jafnvel poppa ég og gera eitthvað gott úr þessu Já Já Það er geggjað sko. En hérna, það er svo gott sko ég er búin að tala um kampaðinnið Við gleymdum einu, við ætlum að þakka sponsornum fyrir Já, hvað er Sponsornum þáttunum í dag er 8 miðlar og við ætlum að þakka hann kærlega fyrir að sponsa þetta 8 miðlar er sem sagt sko, eru með þætti á Facebook og þeir eru með Instagram Íslands á mánudögum Það er búið að klára þessi dag Já, það er búið Það var að klárast í, hvernig kemur þessi þáttur? Hann kemur út á morgun Já, það kláraðist í gær Þannig að endilega farið á Instagram og followið 8 miðlar og 8 miðlar á Facebook Ég ætlum að þakka hann kærlega fyrir Við fáum ekkert fyrir þetta Jú, ég er út í bíl bara Já, hann er með cash út í bíl stóran boka? Við erum að rukka 500 krónur Herðu, En já, þetta var bara, ég ætlaði bara að taka svona commercial break Nei, mér finnst það sjúkt kommersial Við erum með annan spons, sko Já, það er málið Já, kemur eftir Ok, hlaka Ég til ætla ekki að segja alla sponsorna strax Ok, hlaka til En það er miðjan 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4 Ok, þetta er 4. skipti sem við gerum þetta Nei, Nú er fólk að hlusta á podcastið og bara alltaf Stefán byrjaði að telja bara upp á fyrir sorry, þetta er podcast nummer 11 Ég ætla að færa mig yfir í næsta lið Já Næsti liður er sem sagt ímyndaði núna Orri að þú ert Á ég loka augunum með það þú fær tækifæri þú fær tækifæri til þess að fara til Mars Ok verkefni eitt á Mars er að vinna í einhverju mjög skemmtilegu verkefni hana í 5 ár en það tekur 9 mánuði að fljúga þangað fram og tilbaka Ok hversu há upp að þurftur að fá að gera þetta og þú myndir að fara í sögubækurna sem einn af fyrstu mannunum á Mars þetta er svona frekar örugt það er Hvað er margir að fara? í þessari ferð það er 100 að fara í þessari ferð þetta er ekki alveg fyrsta ferðin en svona önnur að 3. ferðin og þú fær tækifæri til að fara í sögubækunar Þetta var pínu flókið koncept Nei, eða þú veist, jú Ok. shit, batterið er að blikka á myndaðalinni Það eru 100 manns sem að fara með mér eða, þú veist, ég er einn af 100 manns Já, og við erum að fara að vinna Já, þú ert að fara að vinna eitthvað ógeðslega skemmtilegt verkefni bara svona hönnunarverkefni, þú ert að fara að sjá um alla hönnunina bara fyrir Mars Ok bara, Mars er að bara búa til þjóðfélag Já Ég veist að ég held ég myndi bara gera þetta sko. Já, ok, og hvað myndi það kosta fyrir þig að gera þetta? Já, ég held að nefnilega líka Myndi þú geta frítt? Já,
bara upp á reynsluna og skaman Já, bara YOLO, skilur bara, já, ok, ég er einn af fyrstu bara 300 manneskjum sem fór til Mars og ég er að sjá hennaverkefni og ég er bara svona fínu svona habitat og það er bara frekar magnas það ekki? Já, Ég held ég myndi líka að gera þetta já, það er ekki bara Já, það er að borga mér svona 500.000 mánu en ég myndi samt gera þetta Er þetta eitthvað verkefni sem þú ert að fara að stað með og ert að ráða fólk? Ég hef alveg sjúklega mikið passion fyrir nýlenduvæðingu Mars Ok, og oft í þessu podcasti höfum við komið inn á bæði nýlenduvæðingu Mars og framtíðina og Elon Musk vill nýlenduvæða Mars já, ég hef eitthvað heyrt þetta en ég get ekki sagt að ég veit mikið Hann vill líka terraforma Mars sem þýðir hvað Terraforming er þess að þegar þú tekur plánunduna þú tekur risastóra spegla eða kjarnorkusprengju sprengir pólana á Mars og það kemur svo mikil hiti að pólarnir á Mars ykkur megin ísinn þar bráðnar og þegar ísinn bráðnar þá kemur vatn sem verður á Mars og byrjar að fljóta þá byrjar sér bara að búið til sjó á Mars og út í andrúmslofti kemur CO2 og það hjálpar andrúmsloftinu að vera betra og betra svo fyrir að gróðsetja einhverja litla plöntur það er gefa frá sér svona andrúmsloft þannig að hægt rólega tekst er að búa til andrúmsloft á Mars þannig að getur andar raunsett er að það sé að gera á svona cirka 1000 árum með þessu prósessi Sko Stefán Atli, ég er búið með 15 einingar í framhaldsskóla eða eitthvað, ég er engu nær Finnst þér þetta ekki sjúklega áhugavert? Jú, bara geggjað sko Ímyndaðir bara Ég vona að Elon Musk gerir það bara svona nött sem er bara svona rauður Já. Þú ert bara að gera hann grænan Það er magnað En mennaði samt að vera aðeins í bara 1000 ár Ef þú hefði sagt þetta svona einfalt í byrjun þá hefði ég skilið það Ok Bara gera rauðan nött grænan Já, það er basically já og þetta er mjög einföld vísindi sko. Ég skildi þetta, þetta er geggjað Ég er bara áfram Elon Musk Ertu búin að vera að horfa eitthvað á rafíþróttir í Lenovo-deildinu út mikil CS maður? Já, ég er búin að horfa svolítið á CS sko Ok Sko, fyrir fólk sem er að hlusta sem veit kannski ekki alveg sem er hálfvitar að þarna það er svo til rafíþróttadeild núna í CS og LOL League of Legends og það eru íslensk keppni íslensk deild sem er keppt í Counter-Strike og það, hvað er mörg liðinu? 4 held ég allavega í Counter-Strike megin, ég veit ekki hvernig Er bara 4 lið? Í þessari deild allavega held ég Þú veist, þú eru átt ykkur á því að KR og Fylkir Það er hérna Já teknilegir öruleikar Er það komið í lag? Það gerist alltaf eftir ákveðin tíma Sko, já, basically hérna, og svo er lið í LOL og það er alveg bara peningur í þessu og þetta er alveg svaka production sko. Já, þetta er geðvegt dæmi sko. Og það kemur Fortnite einn daginn Já. Ég hef búin að horfa svolítið á CS Ég líka, mér finnst fucking gaman að horfa á CS Það er málið? Já, ég elska það sko. Ég held þetta séu 4 lið sko, sem eru í þessari deild Það er ekki KR, Fylkir þannig að Troppa Delete og Hafið Jú, þú veist það betur en við sko. Ég held það Þú ert CS nördi Nei, alls ekki sko. Þú ert alltaf á Ground Zero Já, Það er gott að nördi í dag, við vorum að ræða þetta í morgun Ég er búin að eyða það miklum pening á Ground Zero og ég geti verið búin að kaupa með svona 4 tölvur Þannig að ég er ekki alveg Skellur Hvað segir maður? Hagkvæmur Þú er aldrei verið hagkvæmur Nei Stefán er með punktana sko. Já, shoutout-tónið Áttugauði fær shoutout Þetta er svo gott podcast, ég er búin að horfa á 2 ár segir Áttugauði og náttúrulega shoutout á Arnex sig líka Ég held að Alltaf að shoutout alla bara Ég skilundir ekki að hverju Ísar Hjalti kommentar Dalvík er best, voru eitthvað að tala um Dalvík? Kannski er hann bara Hann er bara representing Í sérta þætti, fyrir ykkur sem voru að hlusta voru að tala um frægt dýr Apinn hjá Ellie Vilhjálms Ellie Vilhjálms átti apa, söngunum fræga Ok, ég vissi það ekki Ok, og Af því þú vissir það ekki, af því þú hlustaðir ekki á podcast Já, ég verð að viðurkenna það. Spoisi Danni sagði, ég sá apan í Borgarleikhúsinu uppstoppaðan þannig að þegar sýningunum Ellie var í Borgarleikhúsinu þá voru uppstoppað apinn fengið að fylgja með sem svona minnegripur í andirinu Hangriðins, akkur er þetta ekki bara ef við ættum að setja podcasti einhvers staðar í einhvern flokk, þá er það education Herðu það alltaf fyrir flokkinu Og þið verðist læra mikið af hlustendum ykkar Já, hlustendur okkar Eru koma reglulega með eitthvað svona góð knowledge fyrir ykkur Já Markmið 100 komment á þetta podcast allir að kommenta Ice Cold kendi mér á lífið Ég tek svona 50 komment Já
Herri, ég fór á hestapartí á lögdagi. Þið eru alltaf í partíum ég... Nei, sko, ég byrjaði að horfa Liverpool-leikinn og var með strákunum þar og svo fórum við þaðan í sko kærasta einn af þeim, hans Hákons sagði kærast inn. Ég maður ekki sko. Nei, allavega, það gæti alveg það. Allavega, og hann hún var í sko hestapartíi sem var fyrir utan Hafnarfjörð eða eitthvað staðar hjá Kópavogi eða eitthvað. Og þetta var greinlega eitthvað svona ársatíð eða eitthvað. Já. Hvað varst að hlæja? Nei, bara þú veist ég náði þessi ekki alveg en alltaf Ég held einlega sem hugsa bara að bíllinn hans sé úti sko. Nei, við erum alls saman á bíl já, og það var sett band í gangi. Þú veist, það var greinlega þú veist, það var Magnum? Nei, Hvað að gera það? Ég minnst enginn var að hlusta á þessa sögun Allavega, já við komum að inn og þú veist, maður kannski smá í glasi skilur eða eitthvað og það sem sagt trúbadorar sem eru tveir að syngja bara alls konar lög skilur, bara eitthvað íslensk lög og eitthvað og ég mæti að inn og ég sé að bakvið á hljómborð og ég er bara svona, hljómborð og ég fer að fæ mér bjór og kem svo aftur og þeir eru að spila og ég labba bara að hljómborðinu og byrja bara að spila, bara eitthvað random skilurðu, þú veist, ég kann ekki þessu lög þannig ég byrja bara alltaf að gera eitthvað og ég endaði bara hljómborðinu í klukkutíma. Voru þeir ekkert að setja komment á það að þú varst bara randoli komin á hljómborðinu? Þegar fannst bara geggja að það var einhver að spila píano sko. Já, ok, og þannig að þú hefur bara verið ég var að gegga á laugardaginn í hestapartí. Geður. Mér fannst það mjög gaman sko. Þetta var bara í alveg inn í hesthúsi sko. Það er svona smá hestalitt af þessum mæk. Ég tók hann ekki með mér En mér langast að smá að koma ennþá inn á fólkið sem er að hlusta á það þýr ástæðan okkur Nei, það er pizzabakari núna á einhverjum ónefndum pizzastöðum sem er að hlusta á þetta meðan er að baka pizzu einhver pizzabakari Já, annir sem við að baka pizzu Báðir mækarnir Á hvaða pizza? Á eldsmiðinni Ok Ég vann í 2 vaktir Herru, Stefán var líka að ringi út fyrir síman. Nei, þetta var símsölu. Símsölu? Nei, þú veist, þú ert að ringi fólk og bjóða minna áskrift á tímaritum. Já, hann náði heilum degi. Já, að selja er að leiðilegt sem ég geri, en þegar kemur að selja sjálfa mig þá elska ég það. Ætlaðu að ræða það eitthvað meira? Nei. Hvað mennur að selja sjálfa? Nei, ég bara meina... Sko, þegar ég sel sjálfa mig... við erum komið nýtt tagga á þetta podcast. Stefán elskar að selja sjálfa sig. Það var betra tagg sem við vorum með á podcastinu áðan og ég man geggja clickbait sem var eitthvað... Hægt að tala um það. Við finnum það bara út eftir. Herri, ég held... Þú varst með punkta hérna. Já, þetta er allt bara einhverja myndir. Já, ég er búin að tala um þetta allt. Erum við búinir að tala um allt? Já. Garpur, nostalgíumatur. Svo er ég með stóráti, kampavinnið. Já. Og, já. Getur ekki talað um eitthvað svona... eitthvað sem er búið að vera frétt í vikunni. Já, bara eitthvað svona controversial. Já, svona svo 3 orkupakkan. Mér langar að gera svona, eins og er á YouTube alltaf, það er svona cancel, það er alltaf svona eitthvað James Charles is cancelled. Hashtag, mér langar að fá, þú veist, Ice Cold is cancelled. Hvernig er að cancela? Hvað er svona, þú veist, hvað getur við gert að okkur svona? Við... Stegu að... Nei, það er að fara úr buksunum. Það er að drepa kött í beinni. Nei, það er að fara úr buksunum. Ég ætla ekki að fara úr buksunum. Ég er bara ofniki neyð sem við erum að tala um. Við ekki heldur. Ég get alveg farið úr buksunum, en þú veist, það er ekkert eitthvað svona eitthvað, wow! Ok. Hann fór úr buksunum. 100 like og Ingi fór úr buksunum. Þannig að like þetta vídeo og Ingi fór úr buksunum í næsta podcasti. Já, ef það eru 100 like á þetta podcast á YouTube, að þá teki allt næsta podcast nakinu neðan. Ok, fokk hvað ég til það. Akkur? Nei, bara bara views, skilur. Já, bara gæða þetta sko. Já, mér langar að gera þetta það verður eitthvað í þessu podcasti sem er eitthvað svona... Ég sagði einu sinni að ég var YouTube-hóra og við gerum allt fyrir views. Já. Og, þú veist, 8 er búin að vera mjög duglega eins og þú veist, þeir ekki neini, þú veist, 1,000,000 views. Þú veist, þú voru með rétt lag á réttum tíma. Þú veist, 1,000,000 views, geggja, skilur. Ég hef alveg verið hvað kallar þetta? View-hóra.
líka Sko, ekki tíðan, sko. Ég hef gert hluti sem að ég... Þetta er tattoo fyrir júi. Ég Jú, ég reyndar ándjóks með þetta tattoo og þá þurftu strákunar alveg að tala mig til í marga dagar en ég gerði þetta, sko. En ég hef gert marga aðra... Talaði til frá því að fá þér þetta? Til að gera þetta. Er það svoleiðis? En af hverju sagði já? Þannig að Orri Einars Viltu tala hans um þetta? Tattoo. Talaði hreint út. Sko, málið er það, ég er náttúrulega með annars svona tattoo. Þú ert með að bakinu líka. Vil ég sjá það? Já. Hver sýndi okkur allt? Þetta er ekki fótboltakælan? Já, Friðriksdóttir. Já, ég sá þetta. Já. Málið er það bara, þú veist, þegar ég komin með 2 kvenmannsnöfn á líkamann minn út af einhverjum vjúum, þú veist, þá ertu að gera eitthvað rétt. Hver er sagan um þessum fótboltastelpu? Sko, hún er basically þannig að ég nökkvi og Hemmi Árna fórum út á hvað heitir þetta? EM Kvenna 2000 og eitthvað? Fyrir áttun og Snapchat eða eitthvað? Já, já, í rauninni. Við vorum bara eitthvað að fara að framleiða eitthvað efnið þarna og fýblast eitthvað. Og þá kemur þessi hugmynd frá nökkva minni mig, var ekki fyndið að þú myndir tattúa nafnið á öllum stelpunum sem að skora hjá Íslandi á mótinu eða eitthvað þannig. Og ég sagði bara, jú, fuck it, skilur við, það var skemmtileg ferð og ég var í góðan gír og... Já. Nei. Ha? Já, hvað sem þá í Italíu náttúrulega. Haldur á. Kortið er búið. Já, skipti. Hvert var ég komin? Viltu finna kort? Já, ég haldi áfram bara söguna. Já. Nei, og já, þetta var bara eitthvað fyndin hugmynd þá, skilur við, að ég myndi tattúara nafnið á öllum þeim sem myndi skora í þessum leik sem við fórum að eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var. Já. En málið með það að mér fannst það í raun og veru einhvern veginn svona meira allt í lagi af því að ég var ekki að fara að hitta allar stelpunar sem myndi skora mörkin, skilur við. Þú veist, þetta var bara svona að fæ mig tattoo og posta á Instagram og þetta bara fyndið. En svo með þetta tattoo þá þurfti ég náttúrulega að fara og feysa Sunnu Einars og sýna henni tattooið. Þú veist, áður en að hún vissi af þessu. Hún var að sjá, þú veist, ég var komin á óvart með þessu. Og það var vægast sagt óþægilegt moment ef ég var alveg hreinskilinn. Fannst henni þetta óþægilegt? Já, mjög, sko. Og þér fannst þetta óþægilegt líka? Já, mjög. En af hverju fannst þetta óþægilegt? Ég veit, þú veist... Þetta tattoo geggjaður ísbreykir þú ert í einhverju partí, ég bara, hei, ég er með tattoo á Sunnu Einars. Já, þetta er enda búið að vera meira öfugt upp á síkvæsti að maður svo tattoo á Sunnu Einars. Það er svoleiðis? Já. Ok. Þannig að, jú, þetta er alveg ágætt spuntur þar, en bara, þú veist, ég... Nei, sorry, ég var að klappa alltaf að synka þetta. Já, en mér... ég veit ekki maður, þetta er bara, þú veist, þetta er bara skrítið. Mér langar að tjá með aðeins opinskátt tattoo. Okay. En ég er með kallt tattoo hérna, sem við gerum þegar við vorum að gera Yes Challenge. Mér finnst alveg sjúklega gaman að vera með kallt tattoo á hendina mér. Að þetta minnir mig á bara að ég stofnaði fyrirtæki með besta vinið mínu og átti geggja sumar. Þetta er líka cool merki. Þetta er cool merki. Það er þetta smá svona, eins og þú sérð svona hvíta rendur í að veðra, sko. Það er bara að fara aftur og nýja. Það er að fylla í það. En ég fór að hugsa, ég stofnaði líka sockbox fyrir stuttu. Ég sagði við strákana bara eitthvað, eftir minni gríni, bara eitthvað, já, ef þið myndu borga mig kannski 100 eða 300 skall. 300 skall? Já. Líka bara 100 eða 300? Já, þú veist, bara svona átt í bili. Þá myndi ég tattúa sockbox.is hérna. Já. Og ég fór að hugsa bara eitthvað, gaur, þetta er það sem ég er að tala með að selja mig, eða þú veist. Þú veist, af hverju, þú veist. Okay. Ég myndi tattúa sockbox á mig bara frítt, sko. Aha. Já. Ok. Eða þú veist, ég er ekki að fara að borga fyrir það náttúrulega sjálfur, en... Ef sockbox myndi borga fyrir tattoo, myndir þú totta sockbox að það? Totta heldur þú tott? Ég er með hugmynd. Ég myndi alveg gera það, en málið er bara, ég held að þetta er svona, þú veist, þetta moment með þetta tattoo er svona ennþá pínu í gangi. Þannig að það þurft að bíða aðeins betur í tíma, en ég myndi alveg klálega að gera það. En hvenar, veitu, af hverju þú átt ekki hendur hann? Þú átt ekki í þessu lengur. Sko, ein pæling. Myndirðu fá þér tattoo á ennið bara, segjum að bara, þú veist segjum að 8 myndir bara, herra, við ætlum að borga þér 10 milljónir til að setja 8 tattoo á ennið þar, myndir þú gera það? Fer þetta hversu stórt það væri, sko? Bara, þú veist, ekkert of stórt, skilur. Veitu hvað sér, 8 í andlitið? Bara, svona stórt.
bara, 10 milljónir. myndir setja svona lítið eða bara setja þessa áttu hérna á bara beint fram á ennið fyrir 10 milljónir Það þyrfti að vera 30 milljónir. 30 milljónir. ok en ef að nökkum myndi mæta bara með cash bara, já, hérna er 10 milljónir og það er bara, fuck, ekki sjans Hvað er þín threshold upp að engi? ég myndi aldrei gera þetta bara punktur Ert þú með tattoo? nei, Nei, það var svolítið skrítið að fá sig kannski eitt á enni. mér langar þetta í tattoo sko mér langar að fá mér hérna aftan á fótinn eða eitthvað Já, að gera. ég mun gera það Ég veit hvað ég langar ekki, þú veist, var ekki pálmatrið eða ananas eða eitthvað svoleiðis. Já, ég peppa. Mér langar sjúklega mikið að fá mig tattoo sem er sko hérna á hendina á mér hérna. Þá er ég með sko hérna ég er með hérna ekstra hér sko, ég sé þetta fyrir mér, þetta er svona eiginlega slíf. Já. En ég sé fyrir mér svona eins og eyðeyju og það er svona smá vatn og svo er svona pálmatrið og sól og svo er svona flaska sem er svona flöskuskeyti sem er fljótandi í vatninu. Ok. Og það er flaskan sem ég setti á hilluna, skilur. af hverju myndir ekki hafa bara flösku á hillu Af því að það er ekki flott og þú veist flöskuskeyti með svona pálmatrið og ef þú ætlar að útskýra fyrir Ertu hættur að drekka bara forever eða? ég er bindindismæður. Já, ok, ég held bara að tala með eitthvað svona. Bind svona, Ingi er Hvað ertu búin að vera lengi? 2,5 mánuð. Já, ég sko, málið er að ég ætla, þú veist, þegar þú ert búin hana ári, Já, þá ætla ég að byrja að taka markaðir. ok. Gekkja. ég hef enga trú að Ég hef heyrt marga að segja það náttúrulega, sko. Já, ég skilði sko. Maður hugsa kannski bara með sér já, þú veist, áfengi er ekki eitthvað fyrir mig sko. Þannig að svona, Nei, ég stiði alla leið, sko. takk. Þannig að endilega bara eftir 8 mánuð, 9,5 mánuð Þá þá tékka þér. spjöllum við saman og ég verð ennþá edrú. sko hvernig endaði þetta podcast bara í að vera bara eitthvað edrú podcast Við getum alveg rætt um eitthvað annað. já, ég var að hella í mig helgina ég er að tjóka Nei, ok, þú veist, eigin. Og svo langar mér langar líka sjúklega mikið að fá með nöfnin og systkunum mínum á mig. Já. Ekstar, ég held það gett cool. þú er búin að tala um þessi tattoo í svona ár akkur gerir þetta ekki bara Ég er búin að tala um þetta í svona 2 mánuði. Akkur þarf þú ekki tattooðið þitt? Ég er með tattoo í andlitinu. já, Nei, hérna. Gett. Svo blóm. Þá er maður búin að Tattoo yfir sig. tattoo yfir sig, sko. nei, Og þú þarft að fá þér sko undir augun Er það málið? já, En ég er samt basically, tár ég er komin með allstaðar svona, þú veist, ég er löngu hættur að geta falið. já, felt Felt. ég er að tjóka ég lengur hættur að geta felt tattooum mín Mér finnst alveg sjúklega skemmtilegt að orðið hafi komið en ég held að þetta sé orðið svona, ég held að sem búin að tæma brúsan. Þetta er líka, já, við erum með Já, ég ætla ekki eins og að vera þetta lengi maður. við ætlum að fá þér bara til að gera intro en svo var þetta bara miklu skemmtilega en heldum Já, það er næsta næsti gestur er Pétur Jóhann. nei, Peter. hann við Það er gætum finnasti maður á landsins. hann er finnastur sko en ég verð allavega nakin vonandi í næsta podcasti 100 like, smash that like button. Ef þú hlustar alveg til enda, kommentaði það á Ingi Nækin. Ég meina Ingi spurningu fyrir ykkur. já, Hvað er besta íslenska bíómynd sem hefur verið gerð? Ég hugsaði sko Svartrá Lake Já, ég hugsa það líka, ég veit ekki af en hverju síðan hugsaði ég Sódóma Reykjavík. ok, ég tek því frekar. ég varð að gera þetta ég myndi segja svartarleik kannski En líka bíómyndin þar sem hann brýtur 3. vegginn sem að er hérna í kirkju þarna. hann braut 1 vegg fyrst Hvað svo mynd hinn er það? og svo braut hann 3. vegginn Æ, hann brýtur 4. vegginn þegar ég horfði þetta heitir fourth wall hann brýtur 4 veggi í myndinni Þú veist nákvæmlega hvað myndi ég er að tala um. Ég? Já. já, ertu að tala um hann Við erum á leikstjórn sem leikstjóri áramótaskaup. já Er það fólk í mér? nei, hann á eitthvað Gunnar. já, Shit, hvað þetta er slæft hjá okkur. Þetta er lélegasta líðið sem ég hef heyrt. Nei. ha? Já. nei, Hjálpunum að eitthvað með áramótaskaupi að vera á setti. sko, þú verður að tala í mækin annars heyrist ekki í þér Hann heitir Gunnar þessi gæi. Hvað er bara að tala um næsta áramótasköp? Nei, þegar Ingi var 12 ára eða eitthvað. Nei, Ingi- Leikstýrði Ingi í áramótaskopinu þegar hann var 12 ára? ég var 12 ára og leikst mannst ekki eftir að Steindi var þarna Astropía, nei, ekki það Nei. það er ekki það, hættu sér nei Veitu? Gunnar B Þú voru að fara á IMDb-peysa hans eða ekki? ég er að ná þessu Ég man þetta, hafa gert bók. Er allt podcastið tekið upp eða á vídeo? já, veitu Ok, ég er nefnilega alltaf bara hún liggi einhvern veginn svona. já, við gera það líka sko Já, ok. hann heitir Gunnar Björn, Ok, fyndu
það skiptir ekki máli hvað sem mynd heitir. Jú, En það verður komin svo langt inn í þetta. Nei, býtum þið. Bíddu, á meðan þú ert að leita þessu, þá ætlum ég bara að segja, bara shoutout, stærsta shoutout í heimi á garðyrkjubóndan sem þú veist, að taka tómatana af trjánum. Hann að plokka tómatana af tómatujörtunum. Það gæinn sem að hlusta á þetta núna. Já, gauragangur. Hætt að taka þetta, ég var með þetta, gauragangur. Gauragangur geggi mynd. Maður ekki þetta gauragangur. Jú, þeir eru að gema kúkin í krökkunum þarna, það ekki svo mynd? Þeir voru að safna kúka því að þeir heldur þeir getur búið til gull úr honum eða eitthvað. Nei, það ekki þessi sko. Jú. Er það? Já, ég held það. Þetta var ekkit sögurþrárin í myndinni, en það var eitthvað Ormur. Já. Já, hann er rithöfundur. Já, skrifa okkur ljóð kennara já. Ég man þetta er eitthvað góð mynd. Geggi mynd. Já, hún er helluð. Herðu, endum þetta á gauragang. Já, ég glemdi, síðasti sponsorinn. Já. Síðasti sponsorinn er @Orri Einars á Instagram. Já. Hann sponsaði hann hendi okkur 500 kalli. Já. Og mæli með að followa hann er að setja rosalega gott efni inn á Instagram. Ég er ekki nóg duglur. Hann er ekki nóg duglur, þess vegna er hann að koma sér í svona podcast núna til að rífa sig í gang. Já. Hann er með fleiri followar en við samanlagt, Stefán. En sáu þið samt það sem ég postaði stóri á þann eða? Ég er löngu hættur að nenna að horfa á stóri eins. Já, ég skil á vel. Hvað postaði þið? Stefán ætlar að tjekka þið. Það var sérst, ég mattsaði eitthvað að gæla á Tinder. Herri, já, ég sá það. Já. Og það var eitthvað fake account. Skellur. Hún segir hi sæti og hún er að vinna hjá lickmefast.com og hún segir sko I'm young female looking for sex. En hún talar íslensku líka, þetta er mjög fyndið sko. Þetta er eitthvað botti sem að Stefán Atli hefur að forrita. Það er ekki margir sem vita þetta. Já. En til 10 ár og ég hef enga þáttu að því ég ætla að vera young tech entrepreneur eins og Mark Zuckerberg eða Steve Jobs. Já, ég er full að trúa þér. Fórstu bara í maníum bara meðan hann labbaði út það veit ekki margir en þetta er 10 ár það var ég og enga þáttu. Það vita það ekki margir en að Stefán Atli uppgötaði Snapchat undan öllum öðrum. Nei, hvernig var þessi sagði? Þetta er fakt hjá Rænars. Uppgötaðir þú? Nei, það var eitthvað Stefán Atli sagði eitthvað í framtíðinu munu fyrirtæki nýta sér Snapchat til þess að auglýsa. Þetta er rétt hjá Rænars. Eða eitthvað, löngu áður en allir voru byrjaðir að gera það. Það er kjáftæði. Þetta er fakt hjá Rænars og þetta er ekki líf. Nei. En þú ert að spyrja okkur í fyrir mani. Þetta var bara því að Orri var að segja að ég hefði forritað hann botta þá komum við sér djóku með einhverjum og tech startupið sko. Já. Herðu. Var þetta stand-up? Var þetta djók? Ég vissi ekki að það hefði fengið free stand-up en það var Stefáni. Kóttu með annan. Stefán. Herðu, það veitir ekki margir en Stefán var einu sinni ætlaði að taka þátt í stand-up keppni í Háskólans og það búin að skrifa niður fullt af djóki. Getur við fengið þá djóka í næstu viku? Shit, ég myndi borga sko Shit. Ég veit ekki hvað ég myndi borga mikið til þess að stand-up með Stefán alltaf. Ok, ef við ætlum að hafa stand-up einhvers staðar, getum við haft það hér. Stefán kemur með mækinu og eitthvað svona og við verðum að bjóða nökkva af því hann hlæra öllu sem Stefán gerir. Egill líka. Gunnar. Þetta verður bara svona lítið svona stand-up party. Væntanlega edru party. Ég held að Orri sé líka alveg fyndin í svona stand-upi. Ég er náttúrulega á eitt besta stand-up allar tíma sko, sem er í highlights á Instagram hjá Nökkvafjallari. Hæ? Já, við vorum við vorum í Manchester. Þú tekst ekki enda þetta podcast. Það er svo gaman að tala. Við fórum til Manchester að horfa á Magnús Inga. Er það besta ferð lífsins? Já, það var alltaf gríni sko, var alltaf þetta besta ferð lífsákar en við vorum alltaf ógeðslega ömurlegur á öllum myndunum. En málið með þetta, ég er búin að reyna að segja við strákanum í lengi sko. Já, þetta er svo fyndið, stoppa. Woke up, Burger King. Ladies and gentlemen, welcome. Þetta var þetta bara þetta? Next up for the Comedy Club in Chester, George! Yeah, welcome George. How is it going, boys? Þetta var bara eitt djókur. Já, ok, hlustum hann aftur. I had a dream. I was king, woke up,
Það er alveg fyndið sko. Það þurfa að vera Það er í fyndast- átunum galsa til þess að finnast að fyndi. Mér finnst Þetta er tekið upp klukkan svona 3 nótt eða Mér eitthvað. finnst ekkert jafn fyndi og þegar nökku getur ekki hægt að hlæja. Já, og Það er uppáhaldum mitt sko. og það gerist nefnilega frekar oft sko. Nei. Það gerðist Nei. Við vorum hérna á Greifanum Akureyri og við vorum að fara að fylla Sjallan 2014 Nix og 12.00 það var án 8 var til Já. Þá var ég bara einhvers staðar að kúka á mig í gráði. Stefán var að kúka á sér Akureyri. og ég er hann á Greifanum og nökkar að segja eitthvað sögu og ég er eitthvað snú út úr sögun og svo grípa fram í og eitthvað Já. og hann fyrir alltaf mikið að hlæja þegar ég er bara eitthvað og þegar nökkar að segja eitthvað sögu og svo gerist þarna austur og gæn kemur hann og ég er eitthvað svo var þetta ekki gæn og nökkar eitthvað fannst það húksla að finna Málið, hann tekur alltaf eitthvað svona einn, þú veist, kannski ef við erum bara eitthvað út að borða eða eitthvað, eins og þið viti, þá finnur hann oft eitthvað svona einn hlut eða eitthvað eitt atriði sem er ekkert endilega fyndið og hann grenjar úr hlátið Það er fokkið fyndið sko. og þá byrjar maður að Já, hlæja það byrjar bara að hlæja með smitandi hlátur Já, hann algjörlega. er bara svona, hvað kallar maður það, stemmingsmaður Já, stemmingsmaður. Nú ert þú stemmingsmaður. Er þetta ekki í byrjun á Club-Dub? Herri, var það þess að plötu eitthvað? Þetta er heldur plata. Hvað gerið þið við þetta podcast? Klippið þetta niður eða? Nei, Í alvörinni? hvað er þetta langt? Nei, ég veit ekki, þetta er bara Ja, þetta er orðið alltaf langt. Herri, Club-Dub var að gefa út plötu, Herrin Hitsmir er að fara að gefa út lag. Já. Huginn og MC Gauti Voru að gefa út lag. var að gefa út lag. Hvenær kemur nýtt lag frá Inga Bauer? Herriðu, á morgun. Nei. Nei, þetta er eitthvað. Ég myndi segja byrjun júli kannski. Svona miðjan júli. Ég er með pælingu. Já. Ef þú ætlar að segja collab, þá segi ég nei. Já, ok. DJ Orri Einar. Já. Feat Ingi Bauer. Sko, ég er náttúrulega að rukka 500.000 krónur fyrir feat, sko. Já, ég borga það. Já. Og við búum til svona 90s technolag. Svona skúterlag. Já. Aldrei heyrt jafn lélega hugmynd. Það var reynski. Þar fór það. Ég er ekki mjöst. Ég er endi. Ég mæli við að þú geti borga bara einhver gaur á Fiverr. Já. Bara fyrir að búa til lag fyrir þig. Er það málið? Já, Ég sé ég gerði það upp til hópa, sko. Ég sé þetta Ég er alltaf Ég að tala um að hérna- ég hafi keypt upp til hópa bítið einhverstaðar. það er kannski ekki gott að koma því út úr kosmosin, þá fyrir fólk að halda það. En allavega, ég Nei, sé ég- þetta Fiverr-dæmi á YouTube, þetta er alveg snill. Við gerum Fiverr-vídeó daginn, sko. Ah. 13 ára krakki að kenna mig Fortnite. hvernig væri ánvægt að fá myndalinn og Inga Lána og tróða hérna í podcasti þetta myndi drullast að horfa á efni okkur á YouTube Já, það er rétt. Ég er ekki Stefán nóg, er ennþá í mani. ég er ekki nóg dölur. En hvað var ég að segja? Herðu, ok, næstu viku Fiverr, já. sorry, Já. næsta vika þá erum við með Ingi verið nakir alltaf tíman Já. ef við fáum 100 like ok, ef við fáum 50 like þá verður ég bara nakir þannig að ef við fáum 1 like þá verður ég nakin og Stefán verður með uppistand næsta, þú finnur þetta uppistand Þetta verður að gerast. já, þú verður með uppistand og já, ég held að næsta þáttu verður hellaður þá ef að segja bæi, ja Leave your entries in the subreddit below standa upp að byrja það and I'll watch your submissions in the next Kóttu með episode. eitt svona tease af brandara fyrir næsta þannig að fólk vilja hlusta á næsta þátt, skilur Sko þú ert að setja mig svona on the spot það er alveg hræðilegt Það er svo góður. Herri, takk fyrir og sjáumst. ok, ég skal koma með ok það var hérna einu svona hjón sem að keiriði ringir í kringum landi Gulli Úrsúla. og hérna Vilt ekki geima þetta til næsta ynnu? já, ok og svo, geim þetta. ok, þau stoppuð og hérna Vil fólk hlusta meira? ok Það var líf þeim. Ég vil ekki að fólk viti hvað þetta er lélega og vil ekki hlusta næst. Ég er að grínast. Þú ert mjög skemmtilegur. Bye.